Komið í sæl, við heilsum ykkur hérna á austan. Við erum stödd í klippiherbygginu hjá Tókatekni og í kvöld ætlum við að rifja upp nokkur vel valin innslög. Við ætlum að byrja að kíkja á munkana á Kollaleiru í Reyðarfirði. Við ætlum að taka þátt í gæludýradegi í Brúarási. Við ætlum að líta við á listsýningunni Ófrumlegt í Skaftfelli á Seyðisfirði. Og við ætlum að koma við á hjólaverkstæðinu Keðjuverkun á Fáskrúðsfirði. Á Kollaleiru í Reyðarfirði hefur verið starfrækt munkaklaustur frá árinu 2007, en þar búa 3 munkar frá Slóvakíu sem tilheyra Kapúsínareglunni, sem kenndir við heilagan Frans Assisi og dregur nafn sitt af háum toppmynduðum hettum á kastaníubrúnum kuplum munkana. Munkaklaustrið er það fyrsta sem stofnaðar á Íslandi eftir siðaskipti og fyrsta klaustur á Austurlandi í 450 ár eða allt frá því skriðuklaustur lagðist af. Sóknin spannar 600 km svæði frá Bakkafirði í norðri og til Skaftafells í suðri. En hvernig gengur hefðbundin dagur í klaustrinu fyrir sig? Dagur hjá okkur byrjar með bænastund sem byrjum saman klukkan 8. Ef einhver vil vera áður gjör svo vel, en klukkan 8 byrjum saman. Bænastund til 9. Klukkan 9 messa venjulega og eftir morgunmat og eftir að gera hvað sem nauðsynlegt. Einhver að elda, einhver að smíða eða svona, þannig að hjálpa fólki þar. Korter í 1 næsta bænastund og klukkan 1 hádegismat. Eftir aftur að vinna til klukkan 5. Klukkan 5 næsta bænastund með rósakrans og eftir bara laus tími til að horfa á fréttir eða sjónvarp eða vafra á netinu eða lesa bækur eða svona til 10. Klukkan 10 síðasta bænastund dagsins. Og það skiptir eftir dögum í viku. Til dæmis á föstudögum barnamessa, á laugardögum messa á pólsku og sunnudögum sunnudagsmessa á 11, klukkan 11. Við erum að lesa messur til dæmis tvisvar í mánuði í Hornafirði. Einu sinni á Djúpavogi, einu sinni í 2 mánuða fresti á Neskaupstað, einu sinni í 2 mánuði í Bakkafirði og á hverjum sunnudegi hér á Reyðarfirði og Ægistöðum. Bróðir Péturs sóknarprestur í Slóvakíu, en hvað sagði fjölskyldan þegar Pétur tilkynnti áform sín að gerast munkur? Já, það mjög sárt af því að ég var síðasti sem ætti að halda með nöfnum fjölskyldunar. Af því að okkur nöfn eftir faðir, eftir föðurutum og ég var síðasti. Af því að við vorum 2 bræður og eigum systur. Og systir ber nafn eftir eiginmanni sínum. Og það var mjög sárt fyrir pappa að vita að báðir synir farnir í svona leit. Barnlaus í framtíðinni. En á eftir hann var sáttur og líka mamma. Það tók nokkur tími, það var alltaf að kalla mér, komdu heim, hvenær kemur þú heim og allt þetta. En það tilheyrir foreldrum. Ég 45 ára en samt barn mömmu sínar. Alltaf kemur heim og hvað að ég gera fyrir elda fyrir sig. S Duchom Svätým po všetky veky vekov. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Bara spyrja, af hverju gerist munkur? Hvernig gerist það? Það köllun frá Guði. Það auðveldasta útskýring. Af því að ég heyrði rödd Guðs sem sagði, ef þú vilt fylgdu mér. Og ég var að leita, hvað að leita átti að fylgja. Og ég fann að þetta leit fyrir mig sem Guð vildi. Og áttarðu á því hvað var að gerast? Ég vissi ekki hvað gerðist. Ég spurði til dæmis bróðir mín, af því að hann var þennan tíma í prestskóla. Ég spurði sóknarprest mitt og ég spurði frænku mína sem ég treysti. Mjög alveg útskýring var það. Ég fikk rétt svar, fann rétta leiðin. Hvað tók þetta langan tíma frá því að þú fórst að finna eitthvað þessa köllun? Þetta var meira á minna 1 ár.
af því að ég fór ekki strax. Ég var að rífast með Guð smá af því að ég lofaði eitthvað og það var ekki mögulega að klára verkið og allt þetta. En eftir hann kallaði mér aftur og ég vissi að það var hann og bara fór. En á þessum 20 árum sem eru liðin, hefur einhvern tímann langað að hætta við? Saknarðu gamla lífsins? Þetta eru bara stuttir stundir. Ef maður til þess að reiður og langar að hætta og svona fara en nei, ekki svona alvarlega. Bara maður hugsar lífið, það er köllun frá Guði og það er best sem ætti að vera. Þannig að þið hefur aldrei langað að séð eftir því að ekki konu og börn og hugsaðu eitthvað það? Nei, af því að Guð gefur mér miklu meira. Ég á miklu meira andlegt börn, andlegt konur, það eru vinkonur og allt þetta. Það er miklu meira en ein kona eða nokkur börn. Hvað er það sem þið þurfa að fórna eða það sem þið megið ekki gera? Það er ekkert sem við megum ekki að gera, en það er nokkur sem við viljum ekki að gera. Við viljum ekki að vera með eigin, sem ég sagði. Við viljum að hlýða yfir með okkar og við viljum að lífa bara fyrir Guð og það þýðir að vera ekki með konu eða fjölskyldu eða eitthvað svona. En það er ekki fórna því að Guð gaf okkur miklu meira á stað þess. Hvað finnst þér best við þetta lífverði? Að vera svo nálægt Guði. Af því að ég með kapellu bara niðri, að skreppa niður, vera með honum. Það er best. Munkarnir eru allir iðnmenntaðir sem kemur sér afar vel þar sem að kirkjubygging hefur staðið yfir á Kollaleiri í 2 ár. Pétur er húsgagnasmiður en hinir 2 rafvirki og járnsmiður. Kirkjan er bjálkahús úr slóvenskri furu og er áætlað að vígja hana 17. júní á næsta ári. En hvernig gengur verkið? Hægt og róleg. Af því að við erum líka fyrst og fremst eru prestar við 2 með Pétri og við þurfum að þýna þjónustu fólki sem eru kringum okkar. En það er líka aðeins að byggja og það eru ekki svo margir sem koma að hjálpa okkur. Þess er þetta bara hægt og róleg. Og margir eru að segja, já, mig langar að giftast í svona kirkju. Það eru að undirbúa sig fyrir giftingu hér. Hvernig hefur munkunum líka dvölin á Íslandi? Það eru margir sem koma til okkar og segja að þetta er paradís. Og ég er gladur að lifa í paradís. Er það? Já. Það er stundum erfið vegna veðurs. Það er öðruvísi en í Slovakíu en það er gott. Grunnskólinn í Brúarási er í Jökulsárhlíð á Fljótsdalshéraði. Í grunnskólanum eru 39 nemendur og 9 börn í leikskólanum. Einu sinni á ári er haldinn gæludýradagur sem er afskaplega vinsæll meðal nemendanna. En hvaðan kemur hugmyndin að deginum? Hugmyndin að gæludýradeginum kemur í framhaldi af því að við fengum til okkar dýrahús og höfum haldið dýr hérna í dálítið mörg ár og við erum grænfánaskóli og höfum verið að vinna í því verkefni auðvitað lengi og stundum kallað að við værum græn og dýravæn og síðan bara kviknaði þessi hugmynda á kennarafundi hjá góðum kennara og við bara kýldum á það eiginlega. Við vorum ekkert að setja þetta á neitt mjög mikið flækjustig heldur, við undirbyggum starfsfólkið og foreldrana og þetta er gert í mikilli samvinnu og samstarfi við þau að sjálfsögðu og svo var bara stokkið á stað og fyrsti dagurinn var í september 2011 og þar að leiðandi er þetta 7. dagurinn okkar í dag. Hvernig gengur skóladagurinn fyrir sig á þessum degi? Og þau koma náttúrulega með þau bara morgunin, það er reyndar smá þau fara ekki inn í íþróttasalinn og svona það er smá takmarkanir á því hvert dýrin fara en annars bara fara þau með dýrin með sér inn í fjölstóðar í sínu hópa og með sínum umsjónarkennurum. Þá venjulega fer fram einhver svona kynning á því dýri sem menn koma með. Það koma sjálfsög ekki allir með dýr, það eru ekki allir sem hafa aðgang eða eiga gæludýr. En þetta er alveg jafn gleðilegu dagur líka fyrir hina vegna þess að þeir komast þá bara í smá tengsl við dýr. Síðan fara hóparnir svolítið á milli og heimsækja hina hóparna til að skoða dýrin sem eru þar og síðan bara rúlum við hér bara svona. Það eru auðvitað verið að vinna líka svona tengd verkefni eða verið að skoða kannski aldur og þyngd og eitthvað svoleiðis.
En svo það bara mismunandi eftir kennurum hvernig unnið úr deginu. Það kom ekki allir krakkarnir með dýr með sér, en sumir komu þó með þau nokkur, á meðan aðrir dóu ekki ráðalausir. Ég kom með 2 hunda og fiska. Hvað heita dýrin? Breki og skoppa og fiskarnir heita ekki neitt. Og hundur uppáhaldsdýrið? Já. En hvað komst þú með í dag? Ég kom með bótahamstur minn sem heitir Lilja Rós, af því ég á ekki gæludýr. Og hvernig líkar henni við hinn dýrin hérna? Já, það passa hana mjög mikið vegna þess að einn ákveðin hundur á það til að reyna að éta hana. Árið 2008 kom upp hugmyndin að byggja dýrahúsið og síðan í janúar 2009 hafa dýr verið í húsinu í vetrartíman en fara svo í sumarvistun á bæina í kring. Við erum með hænur og nagdýr, naggrísi og kaninur. Og krakkarnir sem sagt hugsa þessi dýr alltaf út í 4 mínútum. Þau skiptast bara á, bara sett svona plan með það, fara svona 2 og hugsa dýrin. Og þetta auðvitað partur af þessu að við fáum grænmetisafgangana úr eldhúsinu og við erum með moltugerð líka hjá dýrahúsinu fyrir þann afgang sem fer ekki til nagdýrana. Og svo náttúrulega fáum við egg sem við nýtum í heimilisfræðina og þannig að við erum að reyna að vera svolítið sjálfbær. Dýrahúsið í miklu uppáhaldi á nemendunum og síðan það kom hafi verið unnin mörg verkefni tengd dýrunum. Með því læra krakkarnir að bera ábyrgð á og sjá dýr. Við sem sagt gefum þeim ávexti og svona og korn og náttúrulega gefum þeim vatn og stundum þurfum að þrífa undan þeim. Það er rosalega skemmtilegt að því. Yfirleitt. Og hvað gefið þeim að borða? Svona afganga ávextum og þannig og flusa eplum og kál og svona. Og svo bara svona kanínumat og hamstramat, nagrísamat. Og hænirnar fá bara afganga, að matnum okkar. Kennarar skólans taka auðvitað virkan þátt og margir hverjir sníða kennsluna eftir dýrunum. En öðruvís að kenna þennan dag en aðra daga? Já, þetta náttúrulega skemmtilegasti dagurinn í skólaárinu. Það ekki alltaf svona, sko. En við náttúrulega notum dýrin bara í alls konar, ritun og orðavinnu og starffræði og allt mögulegt. Breytast krakkarnir eitthvað á þessum degi? Já, mörg eru hrædd jafnvel við dýr fyrir, sko, en svo venja sig og verða bara haldið svona öruggari með sig. Já, þeim finnst þetta voða gaman, flestum, sko. En hverfur athyglin eitthvað frá náminu þennan eina dag? Já, svolítið. Þess vegna verðum að reyna að nota dýrin svolítið bara til þess að vinna með í rauninni. Það ekki algengt í skólum að þar sé útungunarvél, en í stofu 1. til 3. bekkjar einn slík. Af hverju það? Þegar við fengum dýrahúsið og fengum styrkinn frá Alcoa, þá létir og það fljóta með í styrk umsókninni að fyrsti haninn sem myndi koma í dýrahúsið, hann myndi heita Alcoa og ég stóð að sjálfsögðu það. Við erum búin að vera með hannan Alcoa hjá okkur síðustu 8 ár, eða síðustu 7 ár sennilega. En nú á haustdögum þá bara gaf hann upp öndina. Þannig að það engin hann í húsinu og svona það hefur fækkað aðeins í hænuhópunum. Þannig að þá náttúrulega þarf bara að fara út. Fengum 20 egg frá 2 stöðum. Ég held bara að það sé fara að gerast kannski næstu helgi að það komi litlir ungar hér. Þessi dagur heppnaðist vel eins og endranær og að þessu sinni komu 2 hrútar í heimsókn í skólan og vöktu þeir mikla lukku. Þetta er hrútur! Þetta er hrútur! Sigga litla systir mín situr út í götu, að mjólka ána sín í ofur litla fötu. Kali, krummi, hundur, svín, hestur, bóstur, klippur. Hverju má stela og hverju má ekki stela. Það má ekki stela myndverki af vegg, en má afrita myndverk, eða taka hluta af því og nota í eigin myndverki. Pælingar á borð við þessar liggja bak við sýningunni Ófrumlegt í Skaftfelli á Seyðisfirði, en hún fjallar afritun, fjölritun og ritstuld. Creativity isn't always the first instance in the creative act. The work in this exhibition all derives from some other source. Sometimes those forms of copying
duplication are somewhat illicit or illegal. And then in other times there's almost a sense of homage to some other art form or some other artist. Skírskotanir til bjögunar fjölföldunar eða vísana eru því áberandi á sýningunni. Seiðfirðingurinn Pétur Kristjánsson tók sig til og fjölfaldaði sama leikilinn 50 sinnum til að sýna hvernig fjölföldurinn bjagar frummyndina. And you can see the way in which the error accumulates through the process of their making. And Peter was saying that the change is quite dramatic, and even after the third instance of the key, it stops functioning or it's very difficult. So I guess this is one of the ideas within the show, that errors and new information will accumulate and other information will get lost within the copying process. Skammt frá lyklum Péturs eru málverk eftir annan velþekktan austrískan listamann, Storval. You know, I've always been very interested in Storval's paintings, and particularly the way in which, you know, there's the mountain reappears over hundreds of paintings as one subject. It's one of these things within art history that you know of, things like Cézanne and the Mont Saint-Victoire being this totem. And in the same way for Storval, it's like this one instance that can be repeated and reinvestigated over and over again. So, you know, so in a way, it's kind of quite a radically different idea to copying than a lot of the other work in the show, where it's a copying of something that there's an original. In effect, there isn't original. It's like always the seeking of the essence of what the mountain is. And that's why we're quite keen to pair it with these chairs which the Lungus students had made, which are based from a design by the Italian architect Enzo Mari, who released a book in the 1970s, which was a kind of early open source document for people to make their own furniture. So it's like kind of making design furniture available to anyone. And so the students here used the plans, but interestingly you can see there's errors in how they executed it and how they put it together. And there's a kind of, even though they're following the same design, there's definitely a difference of personality or style between the works. Nemendur Lunga lýðháskólans aðstóðu bæði við uppsetningu sýningarinnar og lögðu til eigin verk. Hinn ástralska Samantha skrifaði niður verk bandarískra rithöfundar og las það upp á klósettinu og skrifaði síðan upp eftir upptöku líkt og hann hafði sjálfur gert. Well, I try to say it as verbatimly as possible, but reading it out, I kind of made it my own in that way through fumbling of words and maybe saying a sentence again. So in that process is where I found the art came through of my own. So it is essentially exactly the same. And you're hoping to sell it off for quite a price? For $50,000. Well, he tries to make his price $17.50, so I thought I'd one-up him. Amanda frá Texas bjó til sitt eigi helgiskrín. Oftast reynt að gera þau einstök og skrín Amandu það vissulega, en það samsettur ódýru fjöldaframleitu drasli. Because right now, especially, everything is just being appropriated and consumed and reproduced and capitalized upon within society just in general. And I thought it was especially relevant in religion just because of a lot of fashion trends and with huge crosses or rosaries just being reproduced so willingly and easily. You got the Coca-Cola bottles. Is that something you worship? I think a lot of people do. I used to worship it. It's a very addictive thing. Just like religion can be addictive. Hjólreiðar eru geysivinsalar á Íslandi og eru sífellt fleiri sem tileinka sér þær sem samgöngu og ferðamáta. Austurland hefur ekki farið varhluta af hjólaæðinu
Hér má finna fjöldan allan af hjólaáhugamönnum. Einn af þeim Hörður Árnason hjólaviðgerðamaður sem hefur nú opnað hjólavegstaði í bílskúrnum heima hjá sér þar sem hann dundar við viðgerðir á kvöldin og helgar. Hvar erum við eiginlega stödd? Við erum stödd á Fáskrúðsfirði, Skólaveg 87, á vegstæðinu hjá Keðjuverkun. Er langt sem við opnaðir? Ég byrjaði að fikta við þetta bara fyrir vin og vanda mér fyrir árið síðan, en stofnaði fyrirtæki núna í sumar. Og er búið að vera svolítið að gera? Það er reytingur, það er ekkert of mikið. Ég hef ekkert verið að kosta hennar auglýsingar eða neitt ennþá, en jú, það er að koma slett á hjólum inn. En hvernig datt þér þetta í hug? Af hverju gerum við hjól? Vegna þess að ég fréttaði að fólk var bara að henda hjólum sem voru bara heil í rauninni. Bara lítilsháttar biluð, þá var enginn til að gera við þetta. Fólk kunni ekki gera við og bara hendi þessu og keypti nýtt. Og ekkert sem þú varst að hafa áhuga á þá áður að fikta við svona eða? Mér finnst alltaf gaman að skrúfa. Já. Og fikta í einhverju koppafeiti og smurefnum en hjólaði mikið þegar ég var krakki og alveg fram á unglingsárin og var alltaf skrúfandi hjólið mín sundur og saman og breytandi þeim og þetta svona bara kveikti áhuga bara. Krakkarnir voru nýbyrjaðar að hjóla líka og mér langaði bara að prófa þetta. Hörður kannski ekki dæmigerður reiðhjóla áhuga maður sem hjólar fjöll og fyrnindi. Hans ástríða liggur meiri að laga og gera við. Honum hefur líka verið vel tekið því á Austurlandi skortur á hjólreiðaverkstæðum og reiknast okkur til að þeim megi aðeins finna eitt slíkt á Egilsstöðum fyrir utan það sem hann rekur í bílskúrnum á Fáskrúðsfirði. Tekurðu við öllum gerðum af hjólum? Gerur við allt? Já, ég get alveg tekið flest hjól að mér. Það er reiðhjól sko. Hvað bílar helst? Það eru bremsurnar sem það þarf að halda við, keðjan slitnar eða slitnar ekki að teygist á henni og þarf að skipta hann og endurnýja hana. Þetta eru frekar ódýrir hlutir þannig að það borgar sig að vera ekkert að teygja þetta of lengi því að þá ertu farin að skemma meira. Skemmir gjarðirnar eða það eru slitnir púðar og þú eyðileggur tannhjólin eða þú skiptir ekki keðjuna. Þannig að það borgar sig að skipta þetta reglulega. Er dýrt að koma með hjóli til þín? Nei, ég tel það ekki dýrt, alls ekki. Til dæmis skiptum keðjuna 2000 skall, einhvers staðar á bilinu. Fyrir eftir enda hvað hún er dýr eða hvað hún er flott, eins og 10 gera hjóli, þá kostar hún mun meira, en á þessum 7-8 gera hjólum þá eru 2000 skall. Og púðarnir, bremsupúðar í eitt dekk eru 1250 kall fyrir utan ásetningu. Þetta er gjöfin, ekki gjald? Ég það ekki. Ég held það. En hvað ertu til dæmis að gera núna? Nú er ég að þrífa keðju. Er það eitthvað sem þarf að gera reglulega eða? Já, það þarf alltaf að þrífa þetta reglulega. Nokkru sinnum á árið. Það fer reyndar eftir því hvað þú hjóla mikið en það þarf alltaf að þrífa þetta reglulega. Hvað myndirðu ráðleggja fólki varðandi hjóli sín? Hvað gerir maður til þess að endist lengur? Maður fari betur með þau? Geymdu þau inni. Alltaf að geyma þau inni. Öll hjól bara fara illa og að vera úti. Rigningu og jafnvel að fara undir snjó. Þrífa þau reglulega og smyrja þau með réttum smurrum. Það er alveg grundvallaratriði. Til dæmis eins og með keðjuna að þú þarft að smyrja þetta með réttum smurrunum og þurrka feitina sem utan á keðjun. Feitina á að vera inn í keðjunni, ekki utan á. Þannig að ef hún er utan á, þá bara safnast ryk og drulla utan á keðjuna, fer í allan gírbúnaðinn, tannhjólinn og slítur því bara. Hörður mæli líka eindregið með því að hjólaeigendur fari með hjólin sín í allsherjar yfirhalningu einu sinni á ári en mæti reglulega með það í léttari skoðun til að það endist lengur. Hvernig hefur fólk samband við þig að það vil fara að skella hjólinu sínu í yfirhalningu? Ég er með Facebook síðu, Keðjuverkun og það er nú eiginlega bara þar. Ég er ekki með neinar auglýsingar neins staðar. Og hægt að íta mér þessu eitt takka bara þar inn á og þá ringir í mig. En hvað er skemmtilegast að gera við þegar þú ert að gera við hjólinn? Allt. Það er ekkert leiðilegt. Það er, þó ég fói hjól aftur og aftur og aftur sem maður þarf að gera það sama við, það er bara gaman að eiga við það. Mér finnst það. Þetta er bara gaman.